Þakka þér fyrir, Vigdís. Það alltaf dásamlegt að heyra svona vitnisburði hvernig Guð getur notað okkur, sett okkur í stöður þar sem við getum fengið tækifæri til þess að deila með öðrum. Við þurfum ekki annað en að vera vakandi fyrir slíkum tækifærum að því að þau geta reynst hvar sem er, hvenær sem er. Svo þakka þér fyrir. Síðasta sunnudag þá var haldinn svona smá fundur hér í loftsalnum þar sem við komum öll saman og ræddum hvað við getum gert betur og hvað við getum gert öðruvísi hér í þjónustunni okkar. Og það kom upp eitt af mörgu að eitt sem við getum kannski gert að varðandi sem sagt guðþjónustuna, ræðuna sjálfa, að ræðumaður geti kannski gefið söfnuðinum einhver praktísk atriði eða svona praktíska punkta hvernig við getum öll betur bætt okkar eigin rannsókn á Biblíunni heima hjá okkur. Og ég ákvað að hafa það í huga fyrst að ég átti nú að vera með ræðuna næsta hvíldardag. Svo ég ákvað að hafa það í huga þegar ég var að setja þessa ræðu saman, svo ég vona að þið njótið hennar vel og hún geti reynst ykkur vel. En áður en að við hefjum standa, þá skulum við byrja þessa stund með bæn. Við skulum lúta höfði saman. Himneski Faðir, við þökkum þér kærlega fyrir þennan dásamlega dag að við getum komið hér saman og lesið upp úr þínu orði og rannsakað og lært. Við biðjum þess Guð að þú sért að þú hjálpir okkur að vera opin fyrir þeim tækifærum sem kunna að birtast þegar við getum kannski deilt okkar reynslu eða deilt þér með öðrum sem virkilega þarf á að halda. Við biðjum þess að þú megi blessa þessa stund, að þú sért með okkur, að þú megi leiða okkur áfram og við þökkum þér fyrir. Við biðjum þess að þú megir fyrirgefa okkur það þegar við höfum fallið frá eða gert eitthvað sem við vitum ekki að gera. Við biðjum þess að þú megir fyrirgefa okkar syndir, Guð, og hjálpa okkur að verða betri menn, betri þjónar. Við þökkum þér fyrir. Í Jesú nafni. Amen. Ég ákvað að titla þessa predikun að fara rétt með orð sannleikans. Mér fannst það svolítið sniðugt og þetta auðvitað tilvísun í ritningatextan sem að Vigdís las fyrir okkur áðan, að það sérstök leið, einföld leið sem við getum notað þegar kemur að biblíurannsókn og mér langaði til þess að deila henni með okkur að því að hún hefur reynst mér svo dásamlega upp á síðkastið. En áður en ég kem að þessari leið, þá langar mig til þess að fara í gegnum 5 stuttar spurningar sem að hafa oft komið upp þegar kemur að einkarannsókn, þegar kemur að lestri í Biblíunni. Fyrsta spurningin, hvað Biblían, hvers vegna var hún til og hvaða leið hefur Guð valið til að miðla vilja sínum til okkar? Þetta algeng spurning þegar kemur að hvers vegna Guð gaf okkur Biblíuna. Og svarið við þessu meðal annars að finna í seinna Pétursbréfi, versum 19-21. Ég ákvað að setja það hér upp á skjáinn fyrir ykkur, en mér finnst gott að nota Biblíuna, að halda henni, að fletta upp í henni, að því að það gerir það svo miklu nánara. Svo hafi mig afsakaðan ef að ég tek smá tíma til þess að fletta þessu upp, en mér finnst það virkilega hjálpa þegar kemur að lestri. Svo, annað Pétursbréf, 1. kafli, vers 19-21, og þar stendur: En þá áreiðanlegra oss því hið spámannlega orð, og það rétt að yður að gefa gaum að því eins og ljósi sem skín á myrkrum stað. Þangað til dagur ljómar og morgunstjarnan rennur upp í hjörtu yðar. Því að það umfram allt að enginn þýðir neinn spádóm ritningarinnar af sjálfum sér, því að aldrei var nokkur spádómur borinn fram af vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúnir
af heilugum anda. Við sjáum svo Guð kom því til leiða, sem sagt sínum hugsunum til leiða, í gegnum fólk, í gegnum menn, sem að töluðu og skrifuðu í eigin orðum svo við getum skilið. Þannig hefur Guð útskýrt guðdómleg atriði eða guðdómlega hluti á mannamáli, ef hægt að orða það svoleiðis. Seinni Tímóteus segir okkur einnig, sérhver ritning innblásin af Guði og nytjum til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Svo Biblían gefin okkur sem bæði leiðsögn, leiðbeiningar og einnig til þess að við fáum að vita hver vilji Guðs sé fyrir okkur á þessari jörð. Það svarið við fyrstu spurningunni, Biblían. Önnur algeng spurning sem oft hefur komið þarf ég að vera guðfræðingur til þess að geta skilið Biblíuna? Hafið einhvern tímann heyrt það? Já, Biblían gefur gott svar við því í sálmunum. Útskýring orð þíns upplýsir, gjörið fávísa vitra, svo nei, hver sem getur skilið Biblíuna. Þú þarft ekki að vera guðfræðingur til þess að geta skilið hana. Þvert á móti þá hefur hún þetta að segja, ég hygnari en allir kennarar mínir, því að ég íhuga reglur þínar. Svo við þurfum alls ekki að vera hrædd að við séum of fáfróð þegar kemur að lestri í Biblíunni. Hún fyrir alla menn, bæði unga og gamla. Þriðja spurningin. Hvað það nákvæmlega sem Biblían vill uppljóstra? Hún talaði áðan að það væri gott hjá okkur að gefa gaum. En hvað það nákvæmlega sem að Biblían vill segja okkur? Jú, við töluðum áðan vilja Guðs. Jóhannes segir í 17. kafla, 17. versi, helga þá í sannleikan, því að þitt orð sannleikur. Biblían segir okkur hvað sé satt og rétt út frá gildum Guðs. Það mikilvægt að við séum með það á hreinu. Út frá gildum Guðs, þá það Biblían sem segir okkur hvað sé satt og rétt. Ekki bara í daglegu lífi okkar, heldur einnig þegar kemur að rannsókn í henni. Og við komum að því dálítið seinna. En já, Biblían segir okkur hvað sé rétt að gera út frá gildum Guðs. Og hún líka okkar eina vörn gegn afvegaleiðingum Satans. Hann alls ekki ánægður þegar kemur að Biblíu rannsókn og þegar kemur að því að nálgast Guð og kynnast honum. Svo hann gerir allt sem hann getur til þess að taka upp allan okkar tíma. En Biblían gefur okkur skýr fyrirmæli hvernig við getum barist og varist gegn því. Get ég ekki komist að sannleikanum með því að fylgja því sem mér liggur á hjarta? Við erum komin á hálan í stundum þegar kemur að þessari spurningu. En ég vil bara að það sé alveg á hreinu að tilfinningar manns eru góðar og það gott að fylgja þeim. Og auðvitað verður maður að geta fylgt þeim. En við megum ekki gleyma því að það verður líka að vera jafnvægi á milli tilfinninga og, hvernig á maður að orða það? Jú, bara skilninga vitsins. Það verður að hvíla jafnvægi þar á milli. Og sérstaklega þegar kemur að lestri í henni. Biblían segir okkur í orðskviðunum, og mér finnst flott hvernig við Biblían orðar þetta. Sá vegur til sem mönnum sýnist réttur, en hans endir vegur til dauðans. Svo jú,
Það er gott, jú, að fylgja eigin löngunum, að fylgja eigin draumum, en þó tilfinningarnar okkar séu dásamlegur hlutur, þá eru þær endilega ekki alltaf réttar og ekki alltaf traustur grunnur til þess að byggja allt á. Og þetta er ástæðan. Stundum sýnist okkur eitthvað að vera satt og rétt og gott og glæsilegt, en þegar við skoðum endan, þá er það kannski okkur ekki fyrir bestu. Og við vitum að Guð vill okkur alltaf fyrir bestu. Svo við skulum hafa það í huga. Og svo síðasta spurningin. Er til sérstök aðferð við að rannsaka Biblíuna? Svarið við því er já. Það er til sérstök leið og það er líka til röng leið. Og ef við höldum áfram að sjáum við hvaða leið sé best að nota þegar kemur að rannsókn Biblíunnar. Okkur er sagt í seinni Tímóteusi, og þetta er einmitt ritningatextin sem var lesin fyrir okkur áðan, að leggja kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður, er ekki þarf að skammast sín og fer rétt með orð sannleikans. Og þetta er einmitt það sem ég langar til þess að deila með ykkur hér í dag. Hér er stutt yfirlit yfir þessari leið og við ætlum að tala um þetta, tala um hvert lið fyrir sig. Bæn, rannsóknaraðferðin sjálf, rétt hugarfar og markmið okkar við rannsókn. Hvert ætti markmið okkar að vera við það að lesa Biblíuna? Það fyrsta sem að við þurfum að gera, og þetta er mikilvægast þegar kemur að lestri í Biblíunni: bæn. Maðurinn án andans veitir ekki viðtöku því sem Guðs andi er, því að honum er það heimska og hann getur ekki skilið það af því að það dæmist andlega. Andlegir hlutir eru sem sagt skildir á andlegan hátt, og þess vegna meðal annars spyrjum við alltaf guðþjónustur okkar á bæn. Við biðjum alltaf áður en að við lesum Guðs orð, vegna þess að við þurfum á Guðs anda og hans leiðslu til þess að skilja þá andlegu hluti sem talað eru í þessari bók. Og ég skal sýna ykkur hvers vegna og hvernig þetta allt virkar eftir andartak. En áður en að við hefjum standa við lestur í Guðs orði, þá verðum við að biðja á bæn. Rannsóknar aðferðin sjálf. Fyrsta Kórinthubréf, 2. kafli, 13. vers gefur okkur dæmi um þetta. Og ég ætla að fara þangað sjálfur í Biblíunni minni. 2. Kórinthusbréf, 1. kafli. Og við ætlum að eyða smá tíma hér í dag. 2. kafli og við ætlum að lesa 13. vers, það er hér upp á skjánum fyrir ykkur. En þar stendur: maðurinn án andans veitir ekki viðtöku því sem Guðs andi er, því að honum er það heimska. Við lásum það áðan. En takið eftir því sem stendur hér í versi 13. Enda tölum við það ekki með orðum sem mannlegur vísdómur kennir, heldur með orðum sem andinn kennir, og útskýrum andlegt efni á andlegan hátt. Svo þegar kemur að rannsókn í Biblíunni sem er andleg, og við komum til dæmis að texta sem við skiljum ekki, sem við botnum ekki í, hvernig er best að útskýra þann texta og komast að niðurstöðu hvað Biblían sé að reyna að segja okkur? Með því að, bera andlega hluti saman við aðra andlega hluti. Ég skal gefa ykkur dæmi. Ég valdi þennan texta úr Opinberunarbókinni
13. kafla, 1. versi, algengur texti, þar sem stendur, þá sá ég dýr stíga upp af hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð. Þið kannist ábyggilega við þennan texta. Spurning, hafið þið einhvern tímann séð dýr stíga upp úr vatni með 10 horn og 7 höfuð? Rétt upp hand. Nei, ekki heldur. Svo við getum verið býsta viss það að hér er verið að tala eitthvað tákn, eitthvað andlegt tákn. Því að þetta er greinilega ekki til. Þetta er ekki svo ég viti. Svo hvað þýðir þetta dýr? Hvað táknar það? Já, til að komast að því þá berum við saman þetta andlega tákn við annað andlegt tákn, sambærilegt tákn í Biblíunni, því að hún er andleg. Og þá förum við til dæmis í Daniel 7:23. Þar sem að stendur, 4. dýrið merkir að 4. konungsríkið mun rísa upp á jörðinni. Þar höfum við það. Nú veitum við hvað þetta dýr merkir. Það merkir konungsríki. Þannig getum við tekið texta sem við skiljum ekki og fundið út hvað Biblían segir svipaða hluti annar staðar sem að varpa meira ljósi á og komum með það svo aftur á textanum sem við erum að glíma við og komist að niðurstöðu. Það síðasta, rétt hugarfar. Hvers konar hugarfar ættum við að hafa þegar kemur að rannsókn í Biblíunni? Já, eins og kemur fram hér, hvernig ætti hugarfar okkar að vera? Hér er dæmi það. Verið gjörendur orðsins og eigi aðeins heyrendur þess. Ella svíkið þér sjálfa yður. Þegar að kemur að lestri í Biblíunni, þá verðum við að vera opin fyrir því sem að það hefur að segja. Við verðum að vera opin til þess að taka á móti því einnig. Gera það að hluta í okkar daglega lífi. Það er það sem, þannig erum við gjörendur orðsins, ekki bara heyrendur. Því hvað er okkar kristilega líf? Hvað er okkar kristilega reynsla ef við erum óviðbúin að taka við því sem Guð vill segja við okkur? Er þá ekki okkar kristilega ganga eingöngu sjálfblekking, eins og kemur fram hér? Við verðum að vera opin fyrir nýju ljósi og við verðum að vera opin til að taka við þegar kemur að lestri. Og hvað er það sem við ættum að taka við? Hvert ætti markmið okkar að vera þegar kemur að Biblíu rannsókn? Biblían er mjög skýr þegar kemur að því. Því að rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggið þér eiga eilíft líf og það eru þær sem að vitna mig. Og það er Jesú sem talar. Biblían útskýrir fyrir okkur frelsunar áætlun Guðs. Hún gefur okkur þær leiðbeiningar hvernig við getum öðlast eilíft líf. Og eilíft líf er eingöngu fengið í Jesú Kristi. Og ef við lesum Biblíuna og sjáum allt sem hann hefur gert fyrir okkur, bæði í Gamla og Nýja testamentinu, eigum við ekki dásamlegan Guð? Eigum við ekki dásamlegan skapara og dásamlegan frelsara? Er það ekki okkar forréttindi að fá að kynnast honum á persónulegan hátt? Ég held það. Og þegar kemur að rannsókn, þá skulum við reyna að finna Krist í Biblíunni. Hann er í öllum ritningunum, öllum bókum Biblíunar, á einum eða öðrum hætti. Við getum séð hann vinna í því. Biblían er kröftug. Hún er eina bókin, eina trúarlega bókin sem að inniheldur
uppfylltum spádómum, til dæmis messianískum spádómum Krist, svo við getum verið viss að það sem hún talar sé rétt. Sko hvernig Kristur lýsir krafti Biblíunnar. Því orð Guðs lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smýgur inn í innstu fylgni sálar og andans, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Það athyglisvert að taka eftir því að það orð Guðs sem að dæmir, ekki við. Svo ef við erum að lesa Biblíuna og gerum það reglulega, þá sjáum við þessa umbreytingu í okkar eigin lífum. Hún smýgur sér inn í okkur. Og þegar erfiðir tímar koma, þegar erfiðar ákvarðanir koma, þegar freistingar koma, þá getum við alltaf heyrt þessa litlu rödd aftan í kollinum á okkur sem að bendir okkur á hvað ritningin hefur kennt okkur. Og við höfum þá val til þess að falla í freistni eða standa stöðug. Hún kröftug og hún hefur kraft til þess að umbreyta öllum. Einnig kemur fram hversu vel getur Biblían hjálpað okkur í okkar daglega lífi. Og hér sjáum við útkomuna á því. Hvað gerast mun ef við tökum að okkur að lesa Biblíuna, að rannsaka hana. Þetta það sem mun gerast. Náð og friður margfaldast yður til handa með þekkingu á Guði og Jesú, drottni vorum. Með því hefur hann veitt oss hinn dýrmætu og háleitu fyrirheitni til þess að þér fyrir þau skyldu verða hluttakjendur í guðlegu eðli, þér hafið komist undan spillingunni í heiminum sem girndin veldur. Þetta ekki dásamlegt? Náð og friður margfaldist yður til handa. Við verðum hamingjusöm. Það ekki eitthvað eftirsóknarvert? Og ekki bara að hluta til. Þetta stöðugt. Svo spurningin sem að ég vil skilja ykkur eftir með væri það ekki þinn vilji að líkjast frelsara okkar Jesú Krist? Kristur vill opinbera sig fyrir þér. Biblían var gerð til þess. Biblían var gefin okkur til þess að við kynnumst frelsara okkar. Það umbreytir og styrkir, leiðir og verndar. Jesú vill þetta fyrir þig. Væri það ekki þinn vilji að kynnast þessu merka orði Guðs? Þakka ykkur fyrir. Við skulum enda með bæn. Himneski Faðir, þakka þér fyrir orð þitt, Guð. Þakka þér fyrir að hafa tekið þennan tíma til þess og lagt inn alla þessa vinnu til þess að vernda það, að við getum fengið það í hendurnar hér í dag. Við biðjum þess, Guð, að við megum meðtaka þetta, að við megum kafa djúpt inn í orð þitt, að við megum finna þig, að við megum lyfta þér upp þegar á reynir og vera viðbúin að deila því með öðrum sem að virkilega þarf á því að halda. Við biðjum þess að við séum bæði meðtakendur orðsins, ekki bara heyrendur, að við megum deila því, að við megum vera góðir verkamenn og sýna heiminum hvað það að vera kristinn. Við þökkum þér fyrir og biðjum þess að svo megi verða. Verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Þess við biðjum í Jesú nafni. Amen.